Já, kom einar, klárir. Jæja, velkomnir á Torfanesvöllinn. Hér hefjast leikur B Bolungarvíkur gegn Þrótti Reykjavík, toppliðið. Sérfræðingur dagsins með mér, Ívar Pétursson, þaulkunnur, starfaði hríð í Danmörku hjá Kolding og hann mun vera með mér hérna í dag. Hvernig líst þér á þau, Jóminn? Mér líst þau koma til leiksinn í dag. Spáðinn, úrslit? Ég segi þetta fari jafntefli, 2-2. Já, hann segir 2-2, ég segi 2-1, sigur hjá B Bolungarvík. Við ætlum okkur að koma okkar aftur inn í skúr og byrja að lýsa leikinn hér. Vonandi skemmtu ykkur vel, sjáumst að vörmu spori. Okay. Já, góðan daginn, góðan velkomnir á Torfanesvöllinn. Ég ætla að byrja á því að kynna gesti okkar í dag. Það er númer 30, Trausti Sigurbjörnsson, númer 6, Vilhjálmur Pálmarsson, númer 9, Viktor Jónsson, númer 10, Alexander Veigar Þórarinsson, númer 11, Dion Jeffrey Eikhoff, númer 14, Hlynur Hauksson, númer 15, Davíð Þór Ásbjörnsson, númer 19, Karl Brynjar Björnsson, fyrirliði, númer 22, Rafni Andri Haraldsson, 26, Grétar Atli Grétarsson og 86, Tonni Mavei. Nú, þjálfari Greg Oliver Reiter og honum aðstoðari Þorsteinn Magnússon. Þá er að lið B í 12, Fabricio Maria Pratico. Númer 3, Alexander Jackson Möller. Númer 5, Loic Ondo. Númer 7, Sigurgeir Sveinn Gíslason fyrirliði. Númer 10, Pape Mamadou Faye. Númer 11, Joseph Thomas Spivak. Númer 14, Aron Walker. Númer 15, Nikolás Nick. Ég vekja athygli á því að Ívar Pétursson var floginn sérstaklega inn hér til þess að vera sérfræðingur í leiknum. Skulum gefa honum gott klapp. Tökum þátt í þessum leik. Sko, því að þróttararnir byrja ofta af miklu krafti. Vilja vinna boltan framalega á vellinum, pressa og nýta sér mistök andstæðinganna. Á meðan við erum svolítið mikið í því að þá segi ég B, erum svolítið mikið í því að halda boltanum og kannski, þú veist, það þarf að koma eitthvað út úr í stundum. Já, ég tók þetta í fyrsta leiknum sem við spilum það sem kannski ekki marktækur hérna fyrir söl. Nú meðan við erum að koma okkur inn í leikskipulagi, þá ætlum ég að biðjast fyrirfram afsökunar. Við erum að reyna að koma okkur inn í númerin hér. Alexander Veigar, númer 10, kominn hérna upp á endalínni. Walker setur hann í fyrsta hotspillna leiknum. Fyrstu mínútu. Mikla breytingar hjá báðum liðum og jákvætt að breyta. Vel gert hjá Fæ. Hreinsar hana frá. Já, Mölle var virkilega góður í síðasta leik. Það sást alveg greinilega að við hefum getað notað hann í allt sumar. Já. Það sem þróttararnir voru að styrkja sig líka fengu Tonni Mavei sem hann var að spila með Vestmannaeyingum, kom frá FH. Þetta er skemmtileg nöfn. Vilhjálmur glíma þetta við Pétur gerir vel, aukaspyrna. Pétur langinn þess, hann er með lappir alveg upp að eyrum. Við erum að sjá hérna Aron Walker og Joey Spivak á miðjunni og það sem við þurfum að gera er að mæta þeim á miðjunni. Við vorum svolítið undir í baráttunni í fyrirleiknum. Þá hlupu gjörsamlega yfir okkur. Þannig að þeir þurfa að vera duglegir á miðjunni. Já, ég myndi að segja það með Spivak. Þetta er svakalega snöggur og snaggarlaugur. Það er ómiklum tími að ég er nöldra. Já. Hann á að channela það bara í lappirnar á sig því hann er öskuhljótur. Tomni. Walker er sterkur í loftinu, það er spurning með vinnusemina hjá Spivak á miðjunni. Þróttararnir koma hérna
Sending upp á kantinn á Alexander Veigar. Hann nær honum ekki. Sigurgeir gerir vel. Þetta munum við sjá mikið á Þrótturum að þeir koma þegar þeir vinna boltan og koma nú strax í leik og þeir koma með langar sendingar fram völlin þegar þeir reyna að sækja hratt á andstæðinginn. Eina sem ég var hissa á að sjá það er að Junior var ekki í byrjunarliðinu. Hann er ekki í byrjunarliðinu. Sjáum við erum með Nikolás Jónsson þá hægri kanti í staðinn. Já. En aftur eins og ég hef sagt með Junior, mér finnst hann alveg virkilega góður en mér finnst hann alltaf taka 1-2 skrefum og mikið. Í staðan fyrir að koma boltanum og pota boltanum inn í. En þá til þess að vega upp á móti þá var Fæi ekki kominn. Þannig að okkur vantaði svona þennan sanna center. Okkur vantaði eins og Þróttarinn hafa frammeiri sem tekur mikið til sín. Já. Vilhjálmur spretti hérna upp. Elmar Atli sendur þetta að sér, búinn að standa sér frábærlega í sumar. Þróttarnir í varnarmann út af hornspyrna vinstra megin núna. Síðust að vera að það sé Rafn Andri Haraldsson og Toni Mavec. Þannig að það er Elmar og Möller sem þurfa að hafa gætur á þeim. Þeir pressa alveg eins og ég var að tala um, þeir pressa hérna alveg upp á hotfána. Það er engin leikmaður inn á varnarsvæðinu, jú. Pétur framlengir. Gretar. Rafn Andri. Sending inn í Viktor. Vel gert. Það kemur spurt. Kom boltana frá. Fæ, komin á sprettin. Ekki dæmt. Þarna kom það. Þarna sést hvað okkur hefur vantað í síðustu leikjum. Þannig konum með strækjar sem tekur til sín. Þetta er ægilega töffari. Ég er voða skotin í þessum gaur. Papi Mamadou Fæ, alveg klassa gaur. Vildi óska þess að þið haft hann frá byrjun. Það þarf að sjá hérna þegar Þróttararnir voru í sókn að þeir spila á háu tempó. Við megum ekki fara niður á hælana því að þeir éta okkur og refs okkur ef við ætlum að slaka eitthvað á. Inni. Þróttararnir vel að verði. Skandi horn. Joseph Thomas Bívar. Pétur Bjarna. Þegar oftast nær erum við að leita á Ondo held ég þarna í hótnunum. Hann hefur verið óheppinn í nokkrum sköllum, hann hefur verið að setja í slá og stöng. Já, hann er alveg rosalega góður í loftinu. Þróttararnir vita að hringa sig í kringum hann. Sending inn í. Hver var það? Ondo. Með skallan rétt framhjá. Vel gert. Það ræður enginn við hann þegar hann er komin á ferðina. Nei. Þetta spilum við hérna á móti þeim í fyrirleiknum líka. Komum hátt upp á móti þeim hérna. Ef við ætlum að gera það þá þurfum við að setja pressu á manni með boltan. Því annars stinga þær bara inn fyrir á Viktor. Gretar Atli. Setja þær á þetta. Tilbaka á trausta markmannu. Hann tekur boltan út af. Spívak vinnur hann. Komin inn tegin. Nei, missar hann frá sér. Fín hugsun. Nú sjáum við Þróttarana, þetta er aðalsmerkið þeirra. Það er bara beint upp völlinn. Vilhjálmur, hann er alveg svakalega hljótur þengur. Nálgast tegin, komin inn fyrir. Sendingu fyrir. Nei. Hotspinna. Guðjón, við erum alveg búin að gleyma hérna í byrjun að við erum konum með nýja markmann líka. Herðu, já, Fabrizio. Með fallega flottanafni maður. Fabrizio Maria Pratico. Ég er alltaf með hvort að hann sé nokkuð lofaður. Þetta nafn er allavega rándýrt. Hann hljómar eins og hann geti eitthvað. Algjörlega. Búinn að búa hjá mömmu alla ævi og hérna. Sendingin inn í, ekki góð spyrna. Það eru Dittu. Sjáum við raðan á honum. Vel gert. Æj. Hvað segir þið? Dittu. Kallaði Dittu. Já. Hann er hérna samningsbundinn FH en
Lánaði til Leiknis Reykjavíkur í byrjun tímabils og látið fara frá þeim núna í glugganum. Ok. Já, hann ætti að nýtast okkar alveg ágætlega. Við þökkum allt svo leys. Já, menn eru tilbúin að spila. Þetta er það sem þeir gera. Viktor. Já. Þetta er stór hættulegt sko. Já, það er eins gott að rangstöðugildurinn sé á hreinu hérna. Þannig eru menn bara að bíða og horfa sko og svo kemur bara einn hár inn fyrir vörnina. Og Viktor Jónsson, hann er alltaf á tánum. Já, hann er alveg svakalega góður. Pétur með skalla. Fabrício og María. Nú skoða hans hennar markmann, skoða spyrnurnar og hvað hann er að gera núna tæknilega. Hvað spilaði þessi strákur? Hann var að koma held ég frá Svíþjóð. Ok, ja, hann er alltaf mjög markmannslega vaxinn drengurinn. Þetta er allt í lagi, þetta er fínt, mæta hann bara. Fínt að byrja, láta á finna fyrir sér. Tóni með vægi, þetta er svaka höfðabúnt maður. Sendingin fyrir Díon. Þetta var ágætt hjá Díon með sendingin og Alexander Veigar sem tekur skoti. En Fabrício María Pratico er fljótur að koma sér í snertingu í leikinn. Grípur dörgla. Hann er mikið að snerta boltan hérna. Veigar. Já, áfram með það. Æja. Fín hugsun. Hamad. Dítu. Með sendingu einn upp. Svo sáum í sókninni og Þrótti, þetta var alltaf auðveldið á þeim. Fekk óáreittur að koma boltanum fyrir og frýtt skot. Hann er alltaf andað þess að gauðra, aðeins að tækla á í byrjun. Það gengur séns að innkast. Alexander Veigar. Sendingin inni. Hondo. Hondo með þetta á hreinu. Það er bara 11 mínútur búnar. Bæði liðin svona þreif á hvort öðrum. Breytingar hjá báðum liðum og vel gert í Karl Brynjari fyrirlega. Sendingu upp aftur, stingaði sér inn fyrir. Já, hann lyftir. Ég ætla að segja, þetta er rétt hjá Ívari, þetta er alveg stór hættulegir. Já, þeir fá tíma til að velja sendinguna. Þá er Viktor átt að sleppa í gegn í þessu leik. Það er bara tímaspursmál. Það mun líka alveg rosalega á vörninni okkur. Við verðum að standast þetta algjörlega. Það vantar hjá okkur að ná nokkru sendingum á síðasta þriðjungnum saman. Þeir eru segir þarna, Dittu, Joey og Papp. Þeir geta þrætt sig í gegnum varnar. Þannig kemur sendingin aftur. Og þetta er alltaf rángstæða. Viktor. Það er lengi að koma flagginu upp. Já, hann var eitthvað að hugsa hvernig þetta snúa. Hondo. Gaman svona til hliðar að segja frá því að Hörður. Ísamiskilningur. Dítu. Press á. Dítu aftur. Nú þurfa að halda boltanum bara, ná nokkru sendingum saman. Svona. Möller. Róa sig á boltan. Hann sýnir alltaf mikið á boltanum þannig. Ég verð nú að segja, þó að hann sé eitthvað skildu, er hann besti maðurinn í fyrra. Já, svona jafn besti maðurinn í fyrra. Stóð sig alltaf vel. Átti ekki lélegan leik. Nú þannig að koma. Þannig að Þróttarinn eru byrjaðir. Sjáum við Viktor hérna í efstu línu hérna. Kemur sendingin. Þetta er ekki rángstæða síðan mér. Viktor. Þannig að flott, hann hjálpar sig að gera þannig. Nú þurfum við að róleira á boltanum, þetta er vel gert. Vel gert. Við höfum þetta flott. Upp á kantinn. Nú bara að keyra þá. Dittu kemur hér. Vel gert. Vel gert hjá honum. Já, ógnar með skoti. Dittu gerir vel hana. Rafn Andri. Þróttarinn í sækja. Boltinn yfir á Davíð Þór.
Já. Þeir hittu inn í skúr til okkar. Karl Brynjar og Davíð Þór sem mynda miðvarapar Þróttara. Davíð Þór kom frá Fylki. Já, var hann komin í glugganum núna? Hann kom fyrir tímabilið. Ég sé að það eru Sergin Moutouffal hérna hjá okkur. Er hann einn af þeim sem komu? Hann kom í glugganum hérna til okkar. Og Randel Harvert, það er sá sem er búin að vera til skoðunar. Já. Já. Þeir eru lausir hann hægra megin hann. Dittu, Spivak. Það er við sendinga. Fæ. Þetta er fínt, aðeins að hreyfa á. Dittu tekið niður. Dittu er að snerta bolta mikið og hann fer auðvitað framhjómönnum í þessu hliðarhreyfingum. Ég vilja sjá kannski Þróttarana fara að nota Díon meira en Alexander Jackson Möller er með hann í kjörgæslu. Örnir. Nú hann þarf að loka þessu, Joey þarf að loka þessu. Díon. Hann þarf að loka. Þetta er vel gert. Spivak gerir vel þarna. Óheppinn. Stoppa hann. Þetta. Þið sjáu þess að þriggjamanna sóknarlínu, hún liggur alveg uppi hjá þeim. Díon, Vilhjálmur og Viktor liggja alveg upp í varnarmönnum. Já, hún er alveg. Og þeir bíða eftir að fá tíma til að geta valið sendinguna. Eins og hérna. Vel spilað. Díon. Sjá hvernig, Díon gerir vel. Pétur kominn í hann. Pétur hjálpar. Vel gert hjá Pétri. Svona á að vinna þetta. Möller rann í grasinu. Pétur kom að hjálpaði. Hospinna. Nú þurfum við bara að passa okkur á þessum förstu leikatriðum. Spurning samt meðan Dittu en ég hef ekki búinn að sjá hann fara að hjálpa Möller nógu mikið. Spurningum fór með á hann. Og Pab spilaði bara 60 mínútur í síðasta leik, hann er ekki búinn að spila mikið í sumar. Já. Sjá hvernig verjast þessu. Sendingin fyrir. Hann grípur þetta, vel gert. Já, já. Fabrizio Maria. Splunkunir markmaður okkar. Og Pab. Gretar Atli í hægri bakvörðunum í staðinn fyrir Aron Ýmir Pétursson. Er hann á bekknum hjá hann? Nei. Ég held að hann sé í banni. Strax á Díon. Og Díon er ekki að skeila sér hérna neitt. Spivak, Fæ stingur sér inn í. Þetta var vel gert. Vel gert hjá markmanni. Þannig er Jackson Möller ekki. Díon kom inn í markteginn. Við sendingu fyrir. Uss. Hvernig var ekki hægt að skora þarna, segi ég bara. Ef þú slappar af, þá koma hann með svona og svo. Þetta var Vilhjálmur. Hann er svo lukkulákið hérna í fótboltanum. Vel gert. Þetta er vel gert. Aron Vogge gerir vel að kemur boltanum fram. Þeir eru Hlynur og Karpinjar, þeir eru Rafn Andri. Komist inn í þetta, vel gert hjá Nika. Nikki áfram boltan, sækir þetta upp. Frábær sending, Fæ. Víti, þetta er víti, allan. Nei. Æi. Ég ætla að rólur. Já, ég segi samt, fjandinn hafi það. Þetta var millimetr til eða frá. Frá okkar sjónarhorni þá hef ég dæmt víta þetta. Og það er sama sjónarhorni sem dómarinn var með. Farinn. Þeir eru alveg fáránlega fljótir að Við höfum ekki verið að fá þessa dóma í sumar. Nei, alls ekki. Alls ekki. Við verðum að treysta þeim að línuvörðurinn með þetta er beint fyrir framan handa. Já, mér er líka ánægður með Fæ. Hann er ekkert að nöldra að væla, hann stendur bara beint upp og komið sér leik. Það er nákvæmlega eins og hún vantar. Papi Dulur, hann byrja fyrir aftan varnarmanninn og vinnur fram fyrir hann. Þróttarinn komir á siglinguna. Þannig að situr Elmar eftir. Þeir skora, þeir refsa. Vilhjálmur Pálmarsson með fyrsta marki á 20. mínútu. Nákvæmlega eins og Ívar sagði. Að þetta mætti ekki. Þetta er fljótt að gerast. Já. Skoppandi bolti, það er enginn sem tekur ábyrgð. Mér finnst Elmar sitja þarna aðeins eftir, hann á að vera með Vilhjálm. Viktor skallar inn á hann og svo er Vilhjálmur komin í skotari. Nú er algjört lykilatriði fyrir okkur að hengja ekki haus, fara ekki með hökunum niður í brjóstkassa. Við erum búin að sjá það hérna í leiknum, við erum alveg inn í þessu. Þetta er ekkert
Þetta er gríðarlega svekkjandi því að svona hefur sagan verið í sumar. Við höfum verið að skapa færi og verið að bjarga línu hjá okkur og eigum að næstu að fá víti hérna áðan. En þeir refsa og svo fáum við mark í andlitið. Já. En það kennir okkur bara, Ívar, við megum aldrei slaka á. Við megum aldrei vera að hugsa eitthvað sem var. Við bara koma okkur inn í þetta aftur. Koma boltan upp á kant. Langur. Spivak, hann langar inn í Fæ. Nikki var næstu komin inn í þennan. Þróttarinn hreinsar frá. Elmar. Ég er svaka lánað með Elmar í sumar. Já, kraftur í honum. Hann á framtíðina fyrir sér. Alveg gjörsamlega. Ungur hann er ennþá að læra, það er stundum sem hann gleymir sér í varnarleiknum. En hann lærir að því. Hann lærir að því. Og frábært hjá Jóni þjálfara að treysta stráknum fyrir svona veigamiklu hlutverki. Algjörlega. Það er ekkert að átta. Grétar allir rendi sér í þennan. Ég hafði góða tilfinningu fyrir þessu leik. Þróttarinn voru búin að tapa síðustu 2 leikjum og við áttum mjög jákvæða leik á móti Selfoss í jafnteflinu hérna í síðustu helgi. Já, ég er ennþá inn í. Ég ætla að halda mig við 2-1. Ég er alveg sama hver segir. Ég geta bara rukkað mig það eftir á. Fæ. Má ekki marknum 3 í hann. Hann þarf að halda áfram. Hann þarf ekki að láta þannig að vítaspyrnudóm fara, ekki vítaspyrnudóm fara í döðunar. Nei, alls ekki sko. Og það þurfa líka menn að tala inn á vellinum. Alveg. Já. Möller. Alexander Jackson Möller. Flottasta nafnið. Það er rándið nafn. Spivak. Það er bara að halda boltanum svona, snúa, Dittu. Tala við hann. Vel gert. Skipt yfir. Kom hlaupi frá Nikolási, hann sleppir því, setur hann á Elmar. Pétur. Ég ætlaði að stinga boltanum hérna. Þarna vil ég bara sjá Pétur gera þetta einfalt og setja lappirnar á bab. Já. Svo megum við passa okkar að því að vera ekki að treysta Fæ greiðin fyrir öllu. Við þurfum að hjálpa honum að komast upp. Þannig að það er bara vilja um að stíga á boltan. Já. Það er stundum ómikið stress hjá okkur á síðasta þriðjungnum. Já. Það með allir að leita úrslitasendingu. Frekar en að gera hlutina bara einfalt. Já, nákvæmlega. Koma sér út úr þessu 4 metra bóksi sínu og... Já, koma boltanum vítt út og fyrir og fylla bóksið. Grétar Atli. Sjá hvað Grétar gerir. Snýr við. Davíð Hátt. Spivak. Koma svo. Þetta er flott. Dittu. Koma svo áfram með þig. Hann bara keyrir alla leið sjálfur. Keyrir alla leið sjálfur. Þetta er hann tekið niður aukaspyrna. Þetta er á fínum stað. Þetta var alveg hárrétt. Samloka og bakhrinding. Þannig að sjá við Trausti í markinu hjá Þrótti. Hann á úlingalandsleikja baki fyrir Ísland. Góður á línunni. Lætur vel í sér heyra. Skamaður. Ég held að Fæ seti hann. Ég vil sjá Joey taka þessa spyrnu. Eða Papp getur tekið hann utan á vegginn. Nú er bara að passa vindinn. Stýrum ekki á hátt. Hald svo niðri og setja marki og... Spivak. Sjá hvað hann gerir. Spivak. Klárið. Já! Ondo fylgir þess eftir. Trausti varði vel. Ondo fylgir þess eftir og jafnar leikinn. 1-1. Þetta var fín aukaspyrna hjá Spivak. Alveg í vinstra horni. En Trausti náði að velja vel. Ondo fylgir þess eftir og jafnar leikinn. 1-1. Mér finnst þetta verðskuldað. Þetta er mjög jafn leikur. Mikið jafnræði milli liðanna. Nú þurfum við bara að nýta þetta. Vel gert. 25 mínútu. Loic Ondo jafnar leikinn. 1-1 fyrir vestan. Í þvílíku fótboltaveðri hérna á Torfnesvellinum. Þarna var ég nýbúinn að segja að Trausti væri góður á línunni. Nákvæmlega. Hann hefði... Það þurfa að ýta út. Varnarlínan þarf að ýta út.
Flott. Hondo hreinsar. Dittu. Sko, Dittu er búinn að vera með nokkra spretti. Það er forðlegt að sjá hvað hann endist lengi hjá honum. Powerið. Næsti. Hann þarf að halda bara. Vel gert hjá Möller. Já, Dittu, við finnst hann eitthvað svona X-faktor í okkur. Það er kraftur í honum. Það er svaka kraftur í honum. Hann lítur út að vera svona pitbull í búning. Þannig sjáum við sko, Viktor er alveg fjær einn, mjög sterkur í lottinu. Hondo væntanlega með hann hana. Grétar Atli tekur þetta. Kemur á fjær. Elmar burt með hann. Þátturinn áfram með boltan. Nei, vel gert. Hondo. Alveg með þetta á hreinu. Boltan út af, innkast. Tonni. Sigurgeir Það var hreinsar. sterkt hjá Sigurgeiri. Nú er að finna Pabbi í lappina. Ja, kemur út á Dittu. Dittu kemur hérna upp vinstra kantinn. Fyrir hann á miðuna. Fínt. Nú að keyra þá. Spivak. Tekur bara skotið. Framjá. Allt í lagi. Allt til að reyna þetta. Og Dittu liggur. Ég sá ekki þetta brot. Ég vil að sjá gult á þetta. Já. Með að við reglur. Við erum að breyka á þá og hann er að reyna að stoppa sóknina hjá okkur. Ólafur, sjúkraþjálfari. Það er Þetta er nú hálf svona kjánulegt að sjá Óla stóra hérna með Dittu hérna. Hann virkar eitthvað eins og þessi bara meter. Hann leipur hann ekki inn á hérna þegar þeir eru að spila hérna. Hann leipur hann núna inn á. Komið. Joey þarf að vera duglegur þarna. Þetta var vel gert. Spivak það er mikill kraftur í Spivak núna. Hann er í nýju hlutverki, hann er á miðri miðunni. Já, hann þarf að sinna varnarhlutverkinu. Halda þess áfram og minkar öflið og þá kemur allt. Hornspyrna þróttur. Þetta eru svona hættulegustu ógninar þeirra í förstu leikadrifum. Stutt. Þetta er eitthvað æfingasvæðinu hjá þeim. Fyrir markið. Þetta er bakkrydding þarna hefði ég... Æ, ekkert á það. Walker gerir bara vel. Nú fyrir þá sem eru að hlusta langar í pulsu, þá eru fría pulsur í hálfleik. Þannig að það er ekkert að væla neitt heima fyrir hann á tölvuna, bara komið að sér hingað á völlinn. Sjáum við spyrnunar hjá honum. Þeir lyfta alltaf er fór síðan, svo lyfta þeir svona upp og hann getur ekki... Þetta er bara ekki nokkuð skapaðan hlutur. Ef hann ætlar að halda sömu línu á hann að dæmi ekki í víti, þá er þetta ekki víti. Þetta er ekkert, nei. Við erum að hrósa honum þannig að halda línunni. Þetta var klálega samstuð en Fabrizio er undan í boltan. Fabrizio Maria Pratico gerir bara vel. Skulum vona að jafni sig á þessu. Já, þetta er nagli. Já. Staðin upp. Viktor Jóns. Þeir rænst út af hliðlínu. Grétar Atli með innkasti fyrir Þrótt. Innkasti. Finna Tonni í lappinnar. Sending inn í. Þetta er auðvelt fyrir okkur. Hondo. Hann að sjá við Papp. Hondo. Pétur þarf að vera grimmari þarna, þetta er alltaf auðvelt. Þetta var vel gert. Þetta var vel gert hjá Díón. Mölli var samt Dóníón þarna. Þetta er bara okkar bolti. Já, vel gert. Það er vel gert hjá Möllir. Svona svolítið, Dittu. Þetta er alltaf lagi að leysa þetta svona upp. Hann eru konir hærra á völlin. Mikki. Hann fer utan á hann. Ég vilja sjá Papp taka hann bara niður þarna. Já. Keyra sjálfur á þá.
Nú erum við hátt uppi, Viktor er að bíða hérna. Hanna. Tuttu kemst inn í þessa Hann var bara að keyra á þá. Þeir brjóta á honum. Hanna. Þetta er spjald. Já. Þetta er aðeins lengra frá. Mótundur. Örlítill. Það er heldur ekki vitlaust að nikka honum bara yfir á fjær. Láta hann á skallan á Hondo. Því að Pétur er þarna að læðast líka. Við verðum líka að passa okkur í fyrstu leikadrömm. Við verðum að fá hættulega sóknir á okkur. Við erum klaufar í því. Við eigum svona hættulega sókn. Sjáum hvað. Vistur og fastur. Nikki innátt. Æja, nær hann ekki. Nei. Æja. Við höfum verið að fá nokkuð mörk á okkur þar sem hinliðin vinna boltan á okkur og eru fljótar eða okkur. Já. Möller mættur. Kemur hann leik. Tuttu. Vel gert. Spivak. Þetta er vel spilað. Tuttu fær hann. Of mikið að hann átt að taka með sér. Nú þarf að setja pressu. Þróttarnir eru helviti duglegir að spila á milli sín. Stuttarspilið á Þróttarnum er helviti gott. Þetta er nefnilega ekki flókin íþrótt og þeir eru bara með 2-3-4 sendingar. Síðan eru með gríðanlega hraða í sóknarlínunni. 1-1 staðan hérna. 10 mínútur eftir að fyrra áleik. Skítur. Hann lætur vaða. Nei. Já. Og María hér. Alexander Veigar átti þessa til og hann getur verið ramgöldróttur. Hann á þetta til. Reyna óvenjulega hluti. Pétur. Verðin að halda þessu. Nei. Vinsan út af. Skiptur honum yfir hérna. Já. Nú þarf hann að mæta Díón og touchinu. Sjá hvernig hann gerir þetta. Díón kemur hérna. Þarna. Möller gerir þetta vel. Fyrir alltaf Díón komið frá honum. Koninn Marteg. Hann fær hjálp. Þetta er vel gert. Já, vel gert til Sigurgeir og Möller. Pressan ennþá á þeim. Nú þarf hann að lyfta upp vörninni. Renna þessu upp. Þetta var vel gert. Hann er dittu að gleyma sér. Grétar Atli með sendingun inni. Þetta er auðvelt. Inn í teiknum. Allt og mikil tími hérna. Hann vinnur þetta vel. Gott. Og ég held sér fínt bara að fá aukaspinn og anda aðeins. Stilla upp. Þetta er jafn og spennandi leikur hérna. Ég bara sáttu við B.I. Já, það er ekki hægt að greina hverjir eru á... Þessi rættur að Dittu sé að stípnu upp. Ég finnst hægri löppin á hann vera alveg í klessu. Vona að setja hann utan í hálfleiknum. Hérna spilum við úr pressunni. Sjáum hlaupin hjá Nikka og hann verður að passa sig. Sigurgeir, vel gert hjá honum. Einfalt bara. Svona, í lappir. Þetta er fínt. Spivak. Hann dæmir hann á staðan. Æja. Þetta er Nonni búinn að þaulæfa. Það sem ég ætlaði að segja, það er varla hægt að sjá hverjir eru á botninum og hverjir eru á toppárnunum. Nei, alls ekki. Fyrir fyrstu 40 mínúturnar. Það er hagnaður, hann er dæmt brotan, hann dæmir það. Já. Við erum með vindin í bakið, nú var spurning hvort þið taki 13 bolta beint á markið og fylgisvettur í bylgju. Eða hvort þið setja hann fyrir. Hlynur Haugs, vinstri fótamaður, kemur hérna. Spurning hvort hann setja hann, nei. Setur hann inn í. Þetta var hættulegt, hann Sigurgeir skildu sinni þannig. Góð sending inn í hálfleik. Nú verðum við að passa okkur, ekki fá Hotspunnar hafa ekki verið að ganga vel hjá hann, hann ekki náða að lyfta honum yfir fyrsta mann á nær. Hérna kemur hún. Skotilur. Vel gert hjá María. Fabrizio María Batigo. Gerir vel. Slær hennan. Áfram eru Þróttararnir í horninu. Sér hvernig þeir stilla tveimur á nærstöngina. Já. Einn á markmanninu og svo koma þær 2-3 hlaupandi inn. María kýli frá. Smá vesen á honum. Hann er komið sér frá allána. Út af hraðbraut.
Það fyrir ekki yfir, þannig að það er ekki verið að ganga á Pétur eftir leik. Innkast. Þróttararnir halda pressunni. Nei. Nikki. Þróttararnir eru meira með bolta núna. Við erum svo sem að loka á alla leiðina þeirra. Já, þeir eru Það hendar ekki Þróttararnir vel að við séum svona langt aftur. Þeir vildu örugglega kjósa að við kemum framar og þeir getur lyft boltanum. Grétar Atli, sendingu inn í, þessi er oflöng. Sjáum að þegar að miðverðinir eru með bolta, beru upp boltan hjá Þróttunum, þá fara kantmennir inn á miðjuna. Bakverðinir upp og fá boltan eins og í tilfellinu núna hjá Grétar. Grétar komið fyrirgjöfuna, hún var bara ekki nógu góð. Já. Bæði Díon og Viljón eru að draga sig inn á miðjuna. Ondum útsparkið. Og bara halda boltanum. Kemur nú að Dittu. Dittu leikurinn á miðjuna. Þetta er hættulegt. Díon kemst inn í þetta. Sendingin á miðjuna. Nú þarf einhver að taka ábyrgð. Ondó gerir vel. Flott. Stoppar þetta. Hókar, Pétur. Og boltinn út af. Smá minnskilningur hana. Þarna vantar bara að tala við Pétur. Ondó. Algjör klettur hérna í vörninni. Sjáum við á hvort að lyfta honum hérna og vel unnið. Vel gert. Komum boltanum frá. Innkast. Þróttararnir fljótir að koma honum í leik. Davíð Þór er að spila honum vel hérna út úr vörninni hjá Þróttarunum. Grétar Atli. Kemur honum áallt í leik. Þetta eru... Díon. Hókar. Setur hann út af. Það þarf að halda þetta út, það er að koma hálfleikur. Já, það eru 5-6 mínútur. Spivak. Söngin hérna upp á Nikka. Pétur. Nikki fær hann aftur. Ofþröngt. Bara það hérna. Fæ nær honum. Það er vel spilað. Spivak. Já, halda honum. Þetta verður öll hérna og þetta verður brot. Hókar. Pétur. Þeir þurfa að rúlla honum hraðar. Þeir eru alltaf mikið að snerta hann á miðjunni. Fá annað tækifæri. Það var að keyra og skjóta. Dittu. Nálgast teginn hérna. Það var... Já, eins gott hérna. Möller. Innkastið. 2 mínútur eftir að venjulega leiktíma. Ábyggilega 2 mínútur í uppbótartíma. Sett hann upp, já. Sjá hvernig hendunar á varnarmannunum hana. Já, ekkert hérna. Spivak. Keyra rætt á það. Spivak. Tekur skoti. Réttur af mér. Þetta var ágætistilraun. Ágætistilraun. Þú hefði átt að aðeins að gera meira úr þessu. Nú eru menn aðeins farnir að hvíla. Hókar. Ondó. Viktor duglegur. Nikki. Þetta er fínt, halda boltanum, hann er góður í þessu. Fæ tekur skotið. Beint á Trausta í markinu. Já, fínt. Þetta er ágætt, ljúka sóknunum með skoti. En þetta er eins og allt auðvelt, þannig að sitja 5 leikmenn eftir hjá okkur. Möller. Möller mætir, þetta er aðeins að slitna hjá þeim, miðjan og vörnin. Hókar. Spivak. Við erum ekki að sína núna neinn hlaup bak við vörnina hjá þeim. En þetta er fínt, þetta er vel gert. Spivak. Þeir eru leiknir. Kemur hann inn á Fæ. Hann ætlar ekki að dæma á þetta. Þeir ráða ekkert við hann. Þetta var undarlegt. Svo ekki sem meira sagt. Vel gert hjá Nikolasi. Þetta er mjög vel gert. Spivak.
Það þarf ykkur að finna skot. Tuttu að reyna að finna skotið. Kemur út á Spívak. Uppbótartími. Boltinn fyrir. Svo endar þetta svona. Það sem þeir áttu að vera búin að klára með skoti. En þetta er vel gert Jóndó. Þetta er flott Jóndó. Aukaspyrna. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Það menn þurfa að koma sér í stöður að bæði hérna Joey og Nick eru lengi að koma sér að flauta. Hálfleikur kominn, ég var tiltölulega sáttur. Hörkuleikur. Já, hörkuleikur. Og það er allt opið hérna. Sérðu einhverja breytingar í hálfleik? Við þurfum að halda fram að mæta þeim á miðjunni og við erum að gera þetta ágætlega. Vilhjálmur og Díon hafa ekki reyndar skorar Vilhjálmur, við erum að ná að halda þeim niðri, finnst mér. Og það sem við þurfum að gera líka, á síðasta þriðjungnum þá þurfum við að finna skotið. Það er ekki endalaust hægt að vera með grúsitölur á milli manna. Því að Dittu, Pap og Joey eru mjög leiknir og þeir geta spænt upp vörnina. Það þarf bara að enda þetta. Enda þetta með skotið. Þetta er að segja á slæmri ensku, good from far, but far from good. Já. Við ætlum að taka okkur smá pásu, fá okkur pullu hérna í hálfleik og komum aftur eftir nokkra mínútur. Fáðu ykkur popp og vatn. Takk. Í þessa uppskrift verðum við að nota mjög gott hveiti. Krakkar! Endalausu snjallpökkunum getur ekki bara talað endalaust. Heldur færður líka meira gagnamagn til að gera það sem þér dettur í hug. Svona í alvöru talað. Þetta er búið að vera gaman en nú er það búið. Engin fleiri hrekkir. Allir sammála um það? Vertu í sterkara sambandi. Síminn.